ef að allar ákvarðanir sem eru teknar inn í stjórnarráðinu, að hálfu ríkisstjórnarinnar, ráðuneytana og svo í kjölfarið Alþingis, væru með þeim gleraugum þetta að efla eða draga úr samkeppnishæfni landsins, að þá væru við líklega ekki á þessum stað. Íþyngjandi regluverk hefur áhrif á rekstrakostnað fyrirtækja, yfirbyggingu og svo framvegis sem hefur svo áhrif á verð á vörum og þjónustu. Þannig að ég held að það sé svo númer 1, 2 og 3 og svo að íhuga allar breytingar í skattkerfinu með þessum gleraugum. Það vegna uppbyggingar stóriðju á Íslandi sem að við búum þó við tiltölulega gott raforkuöryggi. Vítahringur í gangi hvað varðar húsnæðismarkað, vinnumarkað og svo vexti og verðbólgu. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pylsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. Sigríður Mogensen, hvað segirðu gott? Alltaf besta. Það ekki? Jú. Líf að fara vel með þig? Já, svona, með allt og allt. Já, við tökum því. Þú hefur mikið að gera núna? Já, það búið að vera nóg að vera hjá okkur. Það hagsmunagæslan fyrir Ísland, samtök iðnaðarins. Sko, ég svo við byrjum kannski aðeins í breiðastrókunum, stórkostlega mikið að gerast í alþjóðamálunum og mikið að huga að fyrir okkur. Út frá svona iðnaðinum, ef við tökum bara síðustu 6 mánuði, þá þetta að summera upp hvað búið að vera að gerast. Hvernig horfir þetta við þér? Og ég myndi að segja að orðið til að summera upp síðastliðna 6 mánuði sé orðið óvissa og ég veit að það orðið svona hálfklent að tala um það, en ég myndi að segja óvissa og svona ákveðin kannski vitundavakning mikilvægi hagsmunagæslu og samtökin auðvitað sem ég starfa fyrir gæta mjög breiðra hagsmuna, fjölbreyttra hagsmuna og ég svona það eina kannski góða sem hefur komið út úr þessari breyttu stöðu alþjóðamála að mér finnst svona almenningur vera meðvitaður mikilvægi þessa hagsmunum Íslands sé vel gætt og já, kannski skrítið að tala um óvissu en þetta hefur verið svona ákveðin hálfgerð rússíbanareið síðastliðnir 6 til 18 mánuðir, 6 til 18 mánuðir og við höfum þurft að endur forgangsraða í okkar störfum bara vegna ytri aðstæðna. Þannig að það svona, já, það hefur þurft að í rauninni að einhverju leyti að setja mörg verkefni til hliðar til að bregðast við, þannig að það líka viðbragð kannski annað orð sem lýsir síðustu 6 mánuðum. Við þurfum að vera meira í viðbragði af því að við erum svona sem samtök mjög vön að vera með mjög próaktífa nálgun í okkar verkefnum. Hvernig við nálgumst mál og það hefur verið svona, við höfum verið að setja mál á dagskrá í staðan fyrir bara að vera alltaf að bregðast við því sem pólitíkin setur á dagskrá, en við höfum þurft að vera mjög mikið í viðbragði síðastliðna mánuði. Já, þetta svona ef maður horfir svona tilbaka til 2017 að þá einhvern veginn gátum við verið með svona hugan við einhver svona alls konar mál og svona pæli alþjóðamálum út frá svona alls konar forsendum og einhver þannig og pæli því hvað var að gerast einhvers staðar lengst í burtu og nú ég var að tala við Gulla áðan, Guðlaug Þór fyrrverandi utanríkisráðherra og loftslagsráðherra og ég var að nefna við hann svona þessi veruleiki allt í hennu þá hann bara kominn upp á dyrum sko og ég einhvern veginn búin að vera að hugsa hvernig við ættum að reyka utanríkisráðherra og fleira, en það sem að ég eiginlega sammála sko, ég held að kannski sá við síðustu alþingiskosning kannski var það svona fyrirvarinn sem við fengum það hvað koma skildi, en núna erum við bara allt í hennu, já, við getum ekki bara verið að tala um orkumál sem bara eitthvað út frá hugsunum landverndar endilega, heldur allt í hennu erum við komum bara með raunveruleika það sem að orka eitthvað sem að bara allir eru að spá í og því að ef þú ert án þess þá ertu bara ekki með lífskjör. Algjörlega og þetta svona kannski nice to have, need to have og þú lýsir þessu ágætlega á sínum tíma þegar við gátum verið að spá í alls konar málum sem einhverju geti flokkað undir nice to have. Umræðan orkumál hefur auðvitað gjörbreyst, má segja bara snúist við 180 gráður og ég vil nú meina að samtökunar segir ríkan þátt í því að svona hafa áhrif á þá umræðu til góðs vegna þess að
það hvernig við sem þjóð sváfum algjörlega á verðinum gagvart, sofnuðum á verðinum gagvart sko mikilvægi raforku öflunar í landinu sem okkar helsta samkeppnisforskot á alþjóðavísu auðvitað, ég ætla bara að leyfa mér að segja algjör skandall og ég held að þessu svona fleiri og fleiri orðnir meðvitaður mikilvægi þess að halda áfram að byggja upp sterkt raforkukerfi, halda áfram í raforkuöflun og það ekki endilega verið að tala einhver gríðarlega stór stökk í raforkuöflun en að það sé svona frambúð að komin á kerfi með reglulegu millibili og það bara þjóðaröryggismál og það lífskjaramál og það snýst samkeppnishæfni landsins, það snýst að geta aukið verðmætasköpun til framtíðar og það auðvitað bara blikur og loft í verðmætasköpun á Vesturlöndunum og auðvitað þekkjum við sögu ríkja sem flokkast kannski ekki undir Vesturlönd en ég held að já, það eru ákveðin tímamót í umræðu þessi mál og við höfum talað til dæmis að innlend raforkuöflun sé mjög góð fyrir Ísland út frá ekki bara sjálfbærni og orkuskiptum og verðmætasköpun, heldur líka út frá orkuöryggi og orkusjálfstæði og það eru svona hugtök sem að voru kannski einhver krúttleg hugtök fyrir nokkrum árum en orðin mjög svona rél í dag. Já, ég var að hugsa þetta bara í gær, þá var ég einhvern veginn að íhuga hvernig umræða orku búin að vera og ég er búin að vera að lesa bækur þéttleika orku og pæla í olíuvinnslu og fleira og raforku og dreifikerfum og eitthvað þannig. Ég ætla ekki að segja ég sé með einhverja sérfæra þenga en mér allavega áhuga á þessu og það sem hefur svolítið svona breyst og ég held að sé kannski aðeins að seilast inn í umræðina bara að maður hugsa líka bara tilbaka, alveg bara svona til 2019 hvernig fólk var að tala þetta, bara orkuöflun þyrfti að vera nákvæmlega einhvern veginn háð samræmið þess á hverjum tíma hversu miklu orku við værum nákvæmlega að fara að nota og öll önnur einhvern veginn umfram orka væri eitthvað sem væri að sturtast út í haf og þar alveg væri við ekki fara að gera neitt við hana og ég einhvern veginn svona, þá var ég mjög sympatísku gagnvart þessu, maður var að sjá einhverja lækna fara upp á einhverjum fossum og segja vilja hagsmunaraðilar bara eyðileggja allt og setja allt í bál og brand en í dag, sérstaklega eftir innrás Rússa og þá einhvern veginn gera okkur einn fyrir því hvernig til dæmis Þjóðverjar ráku sína orkustefnu sem bara voru að loka kjarnorkuverum og vona bara það besta með olíu frá Rússum og þá allt í hennu byrja maður að hugsa bara ok, ef við erum alltaf að skera við nögl hvað varðar raforku sérstaklega og þá erum við sem við komum örgulega inn af þetta smá hvað varðar tækifærin til dæmis í gagnaverum að öðru en ef við erum alltaf að skera þá bara erum við að setja okkur í hættu alltaf. Algjörlega. Og ég til dæmis bara nú á ég tengsl við sunnanverða Vestfirði þar voru til dæmis bara tálkverðingar allt í hennu rafmagnslausir á áramótunum í einhver tíma og það bara kalt og þar allt í hennu komin einhver þjálfstæða hættu Algjörlega. og við erum einhvern veginn bara svona að ræðum þetta samt sem betur fyrir í dag á öðrum nótum en þegar maður hugsa tilbaka þá var þetta svona hvað umræðan var eitthvað klikkuð á tímabili. Já, ég get tekið undir það og svona mjög skammsýn og það var mjög mikið skammsýn í þessar umræðu og það var auðvitað bara eins og við höfum rætt á þessum vettvangi, ég held ég að koma einu svona áður til þín að það var svona bara lítill hópur, það alltaf verið að tala að hagsmunasamtökin, stóru hagsmunasamtökin en það var lítill mjög öflugur hagsmunahópur sem ég held að hafi alltaf verið fyrir lítill sem stýrði algjörlega umræðinni margra ára skeið og þessi 3% háværi minnihlutinn en sem betur fer að þá hefur tekist að koma umræðinu á betri stað og við sjáum það líka bara að það eiginlega þeir andstæðingar aukinnar orkuöflunar í Íslandi þeir sjást alltaf lengur á Alþingi. Það var náttúrulega talsverð endurnýjun á þinginu síðast og það eiginlega bara lítið eftir á þeim flokkum sem hafa verið að berjast svona að horfa nokkra áratugi aftur í tíman fyrir raforkuöflun. Það er stóriðan eitthvað sem berjast gegn raforkuöflun. Lítið orðið eftir á því á þinginu. Já, það er rétt, það er eitthvað minna það og ég held að það hefur líka með svona pólitíska eftirspurn að gera, eitthvað sem við hefum svona gert að svona, einmitt eins og þú segir við gátum við þetta vettu í svolítið þetta orðin raunverulegt vandamál eins og flesti sjá en með stóriðina, það eru margir sem að tala það að stóriðan sé þeir sem að taka til sín alla raforkuna, svo er það 15% minni fyrirtæki og 5% farin á heimilin, gætu við ekki bara
lagt niður þessa stóriðu og í rauninni haft bara 95% orku til bara fyrir eigin notkun. Þá var þetta ekki vandamál. Þetta svona svipað að segja, ég vil ekki bara veiða 90% minni fisk og bara það sem dugar. Ég veit ekki hversu stór hluti af veiðum eða fiski fer inn og borð íslenskra heimila, en þetta er svona svipað að segja það. Bara sjálfþurfta búskapur, ef ekki bara veiða nægan fisk til að fæða fólk sem býr á Íslandi. Þannig það er eiginlega svarið við þessu. En ég get ekki ímyndað mér hvernig staða lífskjara á Íslandi væri ef við hefum ekki, þessar góðu ákvarðanir á sínum tíma með stofnun Landsvirkjunar og þær ákvarðanir sem að þáverandi stjórnvöld tóku að fara í uppbyggingu og sækja mjög fast uppbyggingu í álframleiðslu á Íslandi, sækja erlenda fjárfestingu á þessu sviði, að ég er nú hagfræðingur og þekki hagsögu Íslands ágætlega og ég get ekki ímyndað með hvernig staða lífskjara væri í dag á Íslandi ef að þessi vegferð hefði ekki verið á sínum tíma. Það sem mér finnst líka oft skorta inn í þessa umræðu er að það er vegna uppbyggingar stóriðju á Íslandi sem að við búum þó við tiltölulega gott raforku öryggi og tiltölulega lágt verð til heimila, þar að segja, í samanburði við önnur lönd í kringum okkur. Eru nú umræðuna raforkuverð í Evrópu meðal annars eftir innrás Rússa í Úkraínu og hvernig það kerfið í Evrópu fór algjörlega á hliðina og hver bar kostnaðinn af því, auðvitað iðnaður í Evrópu en líka heimili í Evrópu og allt líka á Norðurlöndunum. Þannig að okkur hefur borið gæfa til að byggja upp mjög traust raforkukerfi, en það hefði aldrei gerst án fjárfestingar í stóriðju á Íslandi og án þessara erlendu mikilvæga fjárfestingar sem við fengum fyrir nokkrum áratugum síðan. Og þetta er lykilatriði að það er vegna þessara uppbyggingar. Og þó við tökum út fyrir sviga alla verðmætasköpunina, þessi frábæru störf sem hafa orðið til, útflutningstekjur, þjónustu kaup vítt og breytt landi sem hafa elt samfélög, hvað sem eru á Austurlandi eða Vesturlandi, að það er vegna uppbyggingar álvera og kísilframleiðslu á Íslandi sem að við almenningur búum við græna raforku á tiltölulega góðu verði. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Já, þetta er einmitt, það er til eitthvað svona graf það sem er sýnt að lönd sem er búið við litla raforku og svo velmegun og það er bara nánast eins og fullkomin lína upp á við sko. Já, það er nánast bara, það kallast sko bara correlation, það er nánast 100%, eða 90% correlation á milli raforkuframleiðslu eða orkuframleiðslu þjóða og lífskjara. Já, ég var hann sýndi þetta nú einmitt, ég var á erindi í gær á viðskipta og hagfræðinga, FVH. Já, ég var nú einu sinni í stjórn félagsviðskipta og hagfræðinga, já. Einmitt. Og ég var á erindi þar sem að var Guðlaugur hjá Visku og Heiðar Guðjónsson voru með erindi þar sem þeir voru að fjalla þessi mál og hann sýndi mig þetta grafan Guðlaugur. Og þeir voru svona að meta það og tala við ungt fólk meðal annars hvað væri svona skynsamlegustu fjárfestingar til frambúðar. Og þeir töluðu báðir reyndar mismunandi þætti að sjálfsögðu en að þetta væri svona framtíðin svolítið þar sem við varum að horfa á raunverulega aðföng bæði raforku og annað. Jú, að sjálfsögðu værum við með einhver vélbúnað, gervigreind kæmi sterkt inn svona svolítið svona óvissu breyta. Akkurat. En aftur á móti þá þyrfti aukna raforkuframleiðslu og fleira. En sko Heiðar Guðjónsson sagði í live hlaðvarpi með Þórði Pálssyni að raforkuverð kemur til með að hækka 50% sem að svo gerði.
Af hverju gerist það? Vegna þess að það er bara einföld skýring á því að mínu mati og það er vegna þess að framboð raforku á Íslandi yfir langt tímabil og ég ætla ekki að segja hélt ekki yfir eftirspurn af því að eftirspurnin er mjög sveigjanlegt hugtak í samhengi við raforku en hélt ekki yfir vöxt og viðgang samfélagsins. Hélt ekki einu sinni yfir fólksfjölgun á Íslandi. Hélt ekki yfir atvinnuuppbyggingu og vöxt atvinnulífs á Íslandi. Óháð sko að því að maður hefur heyrt þessa orðræðu meðal annars frá fyrrverandi orkumálastjóra Höllurhund að eftirspurnin sé óendanleg og einhverjir hafa talað það inn á þingi og svona bara í opinberri umræðu. Ég ætla að vera algjörlega ósamlega þessu. Hún hefur, maður skjótin inn í þetta, hún hefur líka bara breytt ákveðin tón í þessu, það er eins og svona, hún núna talar svona ákveðin svæði og þannig, en ég man samt eftir því þegar hún áður hún fór í forsetaframboð og hann fór hann í Framsókn og náttúrulega þegar hún var orkumálastjóri þá talaði hún í það á það svona þeim nótum að það væri bara ekkert mál. En svo forstjóri Landsvirkjunar hefur sagt bara á ráðstefnu á síðasta ári það er algjör misskilningur að eftirspurn eftir raforku í Íslandi sé óendanlegur. Eftirspurnin eru þetta bara háð ýmsum breytum, verði og svo framvegis og bara starfsumhverfi fyrirtækja. Þannig að þetta er algjört rugl. Hins vegar skýringin á hækkun á raforkukostnaði sem var mjög fyrirsjáanleg og meðal annars við og fleiri aðlar hafum varað við og Heiðar alveg hitti naglan á höfuðið á sínum tíma þannig að hann var að spá þessu er auðvitað svo eins og ég kom inn á að framboð raforku hefur ekki fylgt vexti samfélagsins og vexti hagkerfisins. Já, nei. Og því við vitum hvað gerist þegar það verður svona mismats á framboði og svo í rauninni þessa raunverulega eftirspurn. Þá er ég ekki að tala um þessa ímynduðu óendanlega eftirspurn út í heimi eftir íslenskri raforku. Nei. En hvernig, sko, svo við kannski förum aðeins yfir daginn dag og það er núna náttúrulega erum við með svolítið sérkennilega stjórn í Bandaríkjunum, við erum með ákveðna hnignun varðar ýmis lífskjaramál í Evrópu sem að geta náttúrulega haft gríðarlega samfélagslegar, ég er enda að tella þessu mjög fyrirsjáanlegar samfélagslegar afleiðingar og við einhvern veginn sitjum hérna á milli og þurfum að taka ákvörðun út frá okkar eigin hagsmunum, þurfum kannski að skrifa færri yfirlýsingar Palestínu og allt í að pæla í því hvað við eigum að gera. Núna búum við svona ákveðin veruleika sem er svolítið sérkennilegur, stjórnvöld eru að keyra á ákveðnum skattahækkunum, kallað ekki skattahækkanir heldur einhvers konar leiðréttingar í samfloti við það verðbólga að hækka, fólk farið að finna fyrir þessi buddunni. Hvaða ákvarðanir getum við tekið í dag til þess að við þurfum ekki alltaf að einhvern veginn fara að finna fyrir því buddunni þangað til við förum að taka ákvarðanir? Ég held að lykilorðið þar sé samkeppnishæfni sem er nú kannski ofnotað hugtak að einhverju leyti en er samt mjög mikilvægt ef fólk skilur það hugtak sem ég held nú að flesti geri og í því samhengi að ef að allar ákvarðanir sem eru teknar inn í stjórnarráðinu að hálfu ríkisstjórnarinnar, ráðuneytana og svo í kjölfarið Alþingis væru með þeim gleraugum þetta að efla eða draga úr samkeppnishæfni landsins að þá væru við líklega ekki á þessum stað. Og það að gerast? Erum við að því í dag? Því miður, nei. En þessar skattahækkanir sem hún nefnir til dæmis, margar hverjar eru til þess fallnar að draga úr samkeppnishæfni Íslands og hafa svo líka þær afleiðingar þau áhrif að þær fara gegn markmiðum að draga úr verðbólgu. Þannig að við erum bara í rauninni að pissa í skófina á okkur eða skjóta okkur sjálf í fótinn, sko. Þannig að en spurningin var hvað ákvörðun ættum við að taka í dag og það eru þetta bara draga úr álögum, draga úr íþyngjandi regluverki, snúa við þeirri þróun að gullhúða regluverk. Sko, íþyngjandi regluverk getur haft áhrif á verðlag og það er oft svona samhengi sem að er ekkert alveg augljóst við fyrstu sýn og Alþingi hefur því miður bara heilt yfir, alveg óháð flokkum, staðið mjög illa og ég er að vona að það fara að batna varðandi innleiðingu og regluverki til Íslands og það er ekki að segja að við að hætta innleiða regluverk í gegnum EES-samningin en þá er EES-samningin fallinu sjálft sig og við teljum það ekki vera hagsmuni Íslands en þessi gullhúðun og það sem við erum að bæta viðbót og kröfum regluverk, það hefur líka áhrif út í verðlag af því að íþyngjandi regluverk hefur áhrif á rekstrakostnað fyrirtækja, yfirbyggingu og svo framvegis sem hefur svo áhrif á verð á vörum og þjónustu. Þannig að ég held að það sé svo númer 1, 2 og 3 og svo að íhuga allar breytingar í skattkerfinu með þessum gleraugum.
En nú myndi einhver segja, ég meina þið hjá samtökum atvinnulífs og samtökum iðnaðarins eru náttúrulega alltaf, það er alveg sama hversu mikið við myndum skera niður reglur eða hversu mikið við myndum virkja. Þið varu hérna ennþá komandi og tuðandi yfir því að það væri ekki til nóg, væri ekki nóg gert. Hörður Arnarsson með sitt hérna virkjana blæti kemur fram og segir það er alltaf ómögulegt. Ég meina að sjálfsögðu er mikið búið að breytast í orkumálum Evrópu en ég meina það er líka okkur óviðkomandi og það er ekki hægt að skella skuldinni bara á þá sem eru búin að vera að berjast fyrir hagsmunum náttúrunnar og hagsmunum þeirra að við getum búið hérna við lífvænlegt umhverfi út af því að við þurfum náttúrulega líka að takast á við hérna loftslagsaðgerðir. Þið eru að koma hérna fram og segja alltaf hluti sem þið hafa verið að segja í áratugi og við vitum alltaf þetta er sami söngurinn, alveg sama hvað, þið eru bara að nýta ykkur þessar aðstæður í dag til þess einmitt að koma ykkar í gegn en þið munið aldrei, það er sama hversu mikið við gefum eftir, þið eru alltaf að fara að rífa okkur hendina. Ég ætla bara að vera algjörlega ósammála þessari flottu ræði hjá þér. Nefndi nú að Hörður sem ég hef nú kynnst svona í gegnum mín störf ágætlega, orkuöflunina blæti, ég ætla að leyfa mér að efast það. Ég held að sko, það var einhver sem sagði það hann og hans... Já, einmitt. Ekki frekar en ég eða aðrir sem hafa talað fyrir aukinni raforkuöflun í Íslandi og það er enginn að tala að virkja hverja einustu sprænu eins og við og aðrir höfum stundum verið sökuð Ég er mikill náttúruverndarsinni eins og ég held til að flestir Íslendingar og bara flestir flestar manneskjur, flest fólk þannig að ég ætla bara að hafna hérna þessu öllu saman og ég er alls ekki heldur sammála því eða ég veit nú ekki hvort að þú sést raunverulega að saka okkur þessa hluti að við séum alltaf að biðja meira og meira og meira og meira. Samtök iðnaðarins hafa lagt mikla áherslu á loftslagsmál, umhverfismál, okkar félagsmenn, vítt og breytt eru mjög fjölbreyttir og mjög fjölbreyttar greinar sem eru innan raða samtaka iðnaðarins er mjög umhugað jafnvægi og að starfa í sátt við samfélagið. Stóriðan á Íslandi sem dæmi er til algjörlega til fyrirmyndar í umhverfismálum á heimsvísu og svo framvegis. Þannig að ég myndi ekki lýsa okkur svona og ég myndi segja að oft erum við bara sammála í ýmsu sem þarf að gera varðandi regluverk og eftirlit með atvinnustarfsemi og iðnað og svo framvegis. En þegar gengið er svona langt eins og hefur verið á ýmsum sviðum, ekki öllum, að þá er það svona allra tap. Að því maður hugsa sko þegar verið að setja regluverk og þegar verið að setja íþyngjandi kröfur á fyrirtæki eða bara almennt á atvinnustarfsemi, að þá hljóta markmiðin að vera að vernda einhverja aðra hagsmuni. Ég tekið dæmi að regluverki í svona heilsutækni og framleiðslu á heilsuvörum jókst mjög mikið eftir að það kom upp mál í Evrópu varðandi púða í sílikonbrjóst sem að leita til einhverja heilsufarsvandamála og sem var hörmulegt mál, en þá er bara gengið alveg allt of langt og endanum er ekki verið að vernda neina hagsmuni, það er bara verið að halda áfram að setja nýjar reglur sem allir tapa á, líka neytendur, vegna þess að neytendur búa þá við hærra verð og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé svona, það er svona ákveðið trend, ef þú horfir á bara til dæmis efnahagshrunið eða fjármálahrunið 2008-2009 á heimsvísu, að þá er gengið svo langt í að reguleita fjármálastarfsemi. Við erum að gera of mikið, við erum að overcompensata, orða það þannig. Og það gildir mörg svið og ég held reyndar að þingmenn í dag og bara flesti flokkar á Alþingi séu meðvitaðir ákveðin mistök sem hafa verið gerð í innleiðingu og regluverki á Íslandi á undanförnum kannski 10-15 árum og vonandi snúum við þessari þróun við og við höfum aldrei verið að tala fyrir að afnema regluverk, ekki einu einasta sviði. Auðvitað er eitthvað regluverk sem við talum algjörlega óþarft en við höfum bara verið að tala að gæta jafnvægis. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig.
Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægi stiltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu inn á driva.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hendar þér. Já, þú talar jafnvægi sko, ég líka einmitt í þessu öllu sko þá vil ég allavega meina að það hefur alveg verið sko kannski þá talar trend og ég held að það sé hárrétti punkturinn út af því að við erum náttúrulega með þessa samfélagsmiðla og við erum með svona svolítið sérkennilega almenningsumræðu oft á tíðum og það hefur verið einhvern veginn eins og að stjórnmálamenn oft á tíðum, sérstaklega hvað var að segja síðastliðin svona 10 ár hefur verið svona byggð á því að við séum að sko hlusta mest á fólk sem augljóslega í einhverju hugarfarslegu ójafnvægi og það bara fólk sem bara greinilega á eitthvað erfitt með sína tilvist og fer inn á samfélagsmiðla næri gegn einhverju, þú næri að berja eitthvað allir séu öfgamenn og þetta séu hryllilegt fólk sem að fara selja land þitt til einhverja erlendra aðila en oftast þetta miklir svona hvað var að segja, föðurlandsvinir þú veist, við vilja miklu frekar einmitt vera berjast fyrir hagsmunum Íslands frekar heldur en einhverjum erlendum öflum eða eitthvað þannig en þetta næri gegn og þetta næri einhvern veginn svona að toga ákveðinu taumana þú veist, við erum bara með eitthvað fólk í einhverju svona reipitói í rauninu við engan nema kannski svona eigin tilvist sem fer bara á leiklabárið og bara missi vitið og það var bara allt í einu komið á eyru stjórnmálamanna og þeir eru bara, já, heyrðu, þá var ég bara að taka í handbremsuna hvar sem að hún og við einhvern veginn bara svona, já, svo allt í einu bara, heyrðu, já, hagsmunir einhvern veginn farnir forgörðum, sko. Einmitt. Ég sá umræðu á Facebook núna í vikunni ég var í Kastljósi á mánudaginn að fjalla sko tækifæri Íslands í tengslum við sko uppbyggingu gervigreindar innviða og þá var ég kölluð sko ultrahægri og hvað yrði nú börnin okkur og úlingana ef við myndum fara að auka sko verðmætasköpun á Íslandi Sett í samhengi líka velferðarkerfið og fyrir utan það, en ég bara vil snúa þessu við og segja sko hvað verður börnin okkar og úlingana og menntakerfið og velferðarkerfið og félagslega kerfið ef við höldum ekki áfram ef við höldum ekki áfram á þeirri vegferð að bæta lífskjör með aukinni verðmætasköpun. Það er einmitt það er þessi tengsl á milli sko útflutningstekna, öflugs og fjölbreytts atvinnulífs og aukinna velferðar sem hafa í einhverjum hópum algjörlega rofnað og við værum ekki sterkt velferðarsamfélag ef það væri ekki fyrir öflugt atvinnulíf og ég veit þetta er algjör fróðu frasi en á einhverju leiti en það er samt þetta verður ekki sagt of oft vegna þess að það virðist vera ákveðin hópur að núti með allan samfélagsumræðina sem telur að það sé sko aukin verðmætasköpun þá að kostnað velferðarkerfisins eða félagslega kerfisins eða þess að við getum tekið á fíkni vanda ungmenna en við getum miklu frekar tekið á þessum samfélagslegu vandamálum ef við erum með sterkt atvinnulíf og þetta er umræða sem virðist vera að taka aftur og þetta er svona vonandi að dropinn holar steinin á endanum en það er ótrúlega stór hópur allavega, allt og stór hópur sem virðist telja að þetta sé annarkvort eða en þetta er forsenda meðal þess sem við höfum verið að tala þegar þú talar þið vilja alltaf meira og meira og meira. Nei, við viljum bara halda áfram að byggja upp verðmæti á Íslandi til þess að gera samfélagið okkar ennþá sterkara og velferðarkerfið og svo framvegis. Já, sérstaklega sko miðað við þú talar gervigreindina og svona gagnaver og gervigreindar innviði sem að við erum aldrei að fara að vera fremst í flokki af einhverjum sviðum en aftur á móti eins og hann William Barney, ég ótrúlega með en ég ætlaði með þetta að reyna að fá hann í spjallodæmi, hann var með ótrúlega gott erindi í grósku þar sem hann var bara svona breiðu strókurnar af í bæði, fór yfir fjárfestingarnar, fór yfir framtíðina, fór yfir svona geopólitíska landslægið og fleira, alveg frábært erindi á stuttum tíma náðan að allavega auka minn skilning margfalt á því sem að gerast og þannig út af því að við höfum, eins og þú nefndi, við ræddum saman og þar vorum við að tala meðal annars gagnaveruna gervigreinda, mér langar aðeins að koma inn á þetta út af því að þar vorum við að tala að sko stökkin sem að við erum að taka í útflutningsverðmætum í því eru alveg fáránleg, bara úr 300 milljörðum í mögulega 900 milljarða á ári, þetta eru bara svona tölur sem að
við sjáum eiginlega í engum öðrum miðnaði samt þetta einhvern veginn svona fer svolítið undir radarinn hjá fólki kannski út að þetta ekki áþreifanlegt og fólk einhvern veginn svona á svona erfitt með að skilja þetta það rosalega þægild að nota gervigreindina gerir samt ekki grein fyrir því að reiknigetan þarf að vera 10x fyrir hvert Google search og við einhvern veginn svona sittum á hakanum erum með frábæra aðstæður fyrir kælitækni og annað en þetta næri einhvern veginn ekki að svona síast inn sem eitthvað svona hugmyndur okkar eins og sjávarútvegurinn eða eitthvað annað. Ég held að kannski hlut af ástæðinu fyrir því og ég ætla að reynda að segja að hann var með algjörlega frábært erindi og ég hvet allir til að horfa á það því að Hvar er hægt að nálgast það? Er þetta á YouTube? Það bara, já, væntanlega á Vimeo og út allt. Gervigreinda kapphlaupi fundur S í október 25. Og hann hefur kennt mér mjög mikið þessi mál frá því ég hitt hann fyrst hvenær allir það hafi verið, bara snemma á síðasta ári. Og hann var inn á landinu daginn og hann er mjög vel að sér og hann er með bara track record í fjarskiptum og gagnatengingum og tækni iðnaði 30-40 ára reynslu og hefur starfað allan heim þannig að það hefur verið mjög gott fyrir okkur að ná svona fá svona innsýn hans inn í þessi mál en ég ætla að gegja rödd, það er gott að hlusta hann mjög og hann er mjög auðmjúkur og svona niður á jörðinni og þannig að hann er rosalega flottur og mun koma reglulega á næstu mánuðum að því hann er að skoða ýmis verkefni á Íslandi í samstarfi meðal annars við bandarísk fyrirtæki og í samvinnu við íslenska gagnaversiðnaðinn. En það sem ég ætla að segja ástæðan fyrir því svona að kannski fólk tengir ekki alveg við gagnaversiðnað þó við notum hann alltaf hverjum einasta degi, hans þjónustu í rauninni, er að þetta er svo ósýnilegt. Þetta er einhver hús þar sem er verið að vinna með gögn og svo er þjónustan flutt úr landi á nokkrum millisekundum fyrir mjög mikla fjármuni sem skapa verðmæti á Íslandi í formi starfa, raforkukaupa, útflutningstekna, skattekna og svo framvegis og við sjáum þetta ekki eins og við sjáum veiðarnar og vinnsluna. Er ekki fiskur í kari og nei, og eða landbúnaðin eða við horfum ekki á þetta. Þetta er hálf ósýnilegt. En þetta er gríðarlega mikilvæg grein og hún hefur byggst upp hér á Íslandi svona á síðastliðnum 15 árum og þetta er svona sú grein sem einna mestu vaxtatækifærin eru í til framtíðar hér á landi og auðvitað annars staðar og þetta er sú grein sem er að vaxa hvað hraðast á heimsvísu og spurningin sem við erum í rauninni að varpa fram er hvar vill Ísland staðsetja sig gagnvart þessari þróun. Það er bara nokkur ár síðan var verið að tala að við ættum bara að loka öllum gagnaverum á Íslandi þegar þau voru mögulega sinna viðskiptavinum sem væru í að mæna rafmyntir. Það er löngu hætt. Það þýddi þó að þau viðskipti þýddi það að við byggðum upp ákveðna grunni innvið á þessu sviði sem við getum núna nýtt til þess að taka þátt og skapa verðmæti fyrir Ísland vegna þessar byltingar sem gervigreindin er í dag. Hvernig er það, að tala um bandarísk fyrirtæki og ég var nefna við aðan að ég var að tala við Gulla og það sem er áhugavert í þessu eða hugað er nú erum við með Evrópusambandið, við erum með einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu, við erum með svona ýmis mál og ég gerir ráð fyrir því að Samtök iðnaðarins séu og að þeir sem eru félagsmenn þar séu bara með alls konar hugmyndir það hvort að við hefum gangi í ESB eða ekki. Ég ætla ekki endilega að láta þið slá því fyrst en svona sem hagsmunagæslu út að Bandaríkin standa töluvert framar Evrópu í þessum málum. Hvar liggur svona mengið í þessu, hvar allar Íslandi staðsetja sig í þessum svona ólgusjó sem að alþjóðastjórnmál eru, hvar er skynsamlegt að staðsetja sig gagnvart, gervigreind, gagnaverum, framleiðslu og samkeppnishæfni. Eitt léttmeti Eitt léttmeti. Það eru auðvitað skipta skoðanir innan raða samtaka iðnaðarins eins stór og fjölbreytt og þau eru á aðild að Evrópusambandinu, aðild Íslands að ESB. Ég held að ég orðaði þetta held ég ágætlega daginn því ég sagði okkar bakland eru Bandaríkin og Evrópuríkin og í rauninni bara NATO-ríkin og þessar vestrænu vinaþjóðir okkar og ég held að þetta sé ekki annarkvort eða spurning. Óháð því sem er framundan varðandi mögulega þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið og mögulegan samning eða ekki samning óháð því hvernig það fer, þá eigum við að gera allt sem í okkar valdi stendur til að styrkja tengslin við okkar vinaþjóðir, þjóðir sem eru með sveipuð gildi og við
og þessi velferðarsamfélög á Vesturlöndunum og það eru hvort sem það eru Bandaríkin, Þýskaland, Bretland eða Noregur. Þannig ég veit þetta hljómar eins og mjög svona svar sem ekki svar, en ég held að við þurfum en varðandi tæknibyltinguna og gervigreindina, að þá eini bandamaður okkar þar eru Bandaríkin. Þar var þessi tækni til. Evrópa ekki á kortinu þar. Nei. Mið-Evrópa. Nei, hann Bill Barney kom svolítið inn á þetta, sagði þú veist svona Evrópa, en hann fór samt líka yfir ákveðið svona tengslanett sem að gæti teiknast upp varðar bæði gervigreind og svona innviði og að Ísland væri í rauninni sko landfræðilega hefði líka með þetta eitthvað að gera. Veist þú eitthvað meira um það? Okkur landfræðilega, við erum eins og þú varst að tala um, þetta ósýnilegt, gerum okkur ekki grein fyrir millisekundur fleira, okkur eru við merkilegi í þessu tilliti? Við erum nú öll fylgst með umræðinu Grænland og Norður-Atlantshafið og þessa hagsmuni þar, norðurslóðir, sko ef þú skoðar heimskortið og ímyndaði það bara núna, þá sjáum við það að það ákveðið svona blind spot í fjarskiptatengingum á ákveðnu svæði í Norður-Atlantshafi og þar eru tækifæri fyrir okkur og við til dæmis erum í dag með þrjá svona sæstrengi sem í notkun frá Íslandi alla til Evrópu og það eru gríðarleg tækifæri fólkin í því að skoða þann möguleika að Ísland, að það veri lagður sæstrengur á milli Íslands og Bandaríkjanna og þá erum við komið með svona hringrás. Já, bara hring á milli Íslands, Bandaríkjanna og Evrópu. Og ef þú skoðar kort af öllum sæstrengjum sem eru núna í heiminum, að þá sérðu bara augljóslega þennan stað þar sem engin strengir og strengirnir sem liggja frá Bandaríkjanum til Evrópu í dag eru svona, ég myndi að spagetti, þeir eru svona eiginlega allir á sama stað. Þannig í samhengi við umræðu ógn vegna Rússlands, samhengi við umræðu fjarskiptaöryggi og bara þjóðaröryggi og samskiptaöryggi okkar í okkar heimshluta, að þá þetta ímynda sér að það mjög auðvelt fyrir Rússa ef þeir hafa áhuga á því að þú veist að bara klippa á þetta strengjanet. Ég ekki að segja að þetta sé einhver möguleg ógn eða neitt slíkt, en það svona ákveðið svæði þarna. Það væri mjög sterkt að vera með meiri svona fjölbreyttari leiðir frá Bandaríkjunum til Evrópu og þar eru tækifæri fyrir Ísland. Fjölbreytileiki einmitt orð þessa hlaðvarps, þannig að við ætlum að einbeita okkur að þessu. En þú getur kallað þetta bara áhættu dreifingu. Já. Í samskiptum, í þessu samskiptaneti, þegar ég tala samskipti, við tala fjarskiptin og gagnatengslin og við erum í samskiptum við umheiminn vegna gagnatenginga. Það er mikilvægt að skoða þann möguleika að því að hann geti haft líka mjög jákvæð áhrif á verðmætasköpun á Íslandi. Já, nú hefur Heiðar Guðjónsson talandi þjóðaröryggi og fleira talað það að fara að virkja á Drekasvæðinu. Eru þið eitthvað í hugleiðingum þetta? Er einhver aðkoma ykkar að þessu? Við höfum ekki, eftir því sem ég best veit, haft neina aðkoma að þessu verkefni hvorki stuttan ég bara haft einhverju sérstakar skoðun á því. Ég held að það sé nokkuð ljóst að olía verður áfram mjög stór hluti á orkunotkun heimsins og þetta eitthvað sem að pólitíkin þarf að taka ákvörðunum. En það auðvitað alltaf gaman að sjá frumkvöðla og svona stóra hugsuði eins og Heiðar íta á umræðum slík mál. Já. Nú hefur verið talað mikið og Sigurður Hannesson sérstaklega þegar með kísilmálmana, tollar á kísilmálma kom svona, til álykta að þá var Sigurður Hannesson alltaf að einbra á því að við ættum að hafa miklar ágjörð því að við myndum lenda einhvern veginn á milli. Já. Er það búið að raungerast? Svona að forminu til það einhverju leyti búið að raungerast. Það sem hins vegar tókst varðandi þessar verndarástafanir, við skulum kalla bara tolla, það vildara orð yfir það, þetta sé ekki beint tollar í útfærslinni, frá Evrópusambandinu á járnblendi frá Íslandi og Noregi, að það tókst með mjög öflugri hagsmunagæslu að hálfu Íslands og við tókum auðvitað virkan þátt í henni að svona lágmarka tjónið af þessum ráðstöfunum Evrópusambandsins.
En það sem að gerast, svo sannarlega, að það svona, við getum kallað kalt stríð í tollamálum. Það ekki allt komið í kannski háaloft, en ég meina Bandaríkin hafa hækkað tolla á Ísland og þeir eru orðnir 15% á margar vörur frá Íslandi til Bandaríkjana. Íslensk stjórnvöld eru eftir því sem ég best veit í svona einhverjum forviðræðum við bandarísk stjórnvöld að skoða einhvers konar viðskiptasamning sem geti þá mögulega þýtt lækkun á þessum tollum. Það náttúrulega algjörlega háð því hvað við komum með að borðinu og í því samhengi höfum við meðal annars verið að tala sæstreng milli Íslands og Bandaríkjanna því hann geti liðka fyrir viðræðum lækkun tolla að okkar mati. Evrópusambandið líka á þessari vegferð og í rauninni tollastefna Evrópusambandsins ekkert ólíkt tollastefnu Trump í dag og þess vegna finnst mér svolítið áhugavert þegar talað að Trump sé að hækka tolla. Ég meina það eru aðrir heimslutar að gera það líka önnur viðskiptaveldi. Þannig að við erum að einhverju leiti að formunu til svona lenda aðeins á milli en það tókst sem betur fer að lágmarka tjónið fyrir allavega íslenska framleiðendur og járnblendi gagnvart þessum aðgerðum með ákveðnum kvótum og svona ákveðin varnarsigur í því. Þú talar hagsmunagæslu ykkar. Hvernig eru stjórnvöld búin að standa sig? Ég ætla bara að segja mjög vel í þessu máli. Ég ekkert að segja stjórnvöld standi sig vel í öllum málum. En í þessu máli að þá vorum við bara mjög ánað með utanríkisráðuneytið og utanríkisráðherra og við stóðum mjög svona bökum saman í þessu máli, samtök iðnaðarins og þau fyrirtæki hjá okkur sem mikilla hagsmuna að gæta, þeir félagsmenn okkar annars vegar og íslensk stjórnvöld hins vegar. Það var engin ágreiningur um þessi mál hvað það varðar. Og ég veit það að embættismennir í utanríkisráðuneytinu voru það var unnið allan sólarhringinn að því að tryggja hagsmuni Íslands í þessum máli. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæði fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Nú veit ég að þú ert... Þannig ég sé alveg sanngjarn. Já, algjörlega. Óháð flokkspólitík. Óháð flokkspólitík. Nú veit ég að þú ert náttúrulega mikið að pæla í þessum gagnaversmálum, orkumálum og fleira. En svona innlendi markaðurinn. Já. Hvernig stöndum við? Verðbólga að hækka. Byggingariðnaðurinn sem ég náttúrulega spái svakalega mikið í orðinn svona sérkennilegur. Ég var að tala við stóran verktaka í gær og hann sagði einfallega við mig að hann hefur þurft að svona fara í önnur verkefni einfallega út af því að hann veit í rauninni ekkert hvað á að gera út af því að það einhvern veginn eins og stjórnvöld með húsnæðispakka og það veit enginn hvað áhrif það hefur og stjórnvöld einhvern veginn ekki með neina fyrirsjáanlega stefnu það hvernig þau ætla að haga þessum málum fyrir utan það að þau vilja byggja rosalega mikið samt erum við með 6.000 íbúðar lager. Þórður Pálsson segir hérna á fundi viðskiptaráðs að fasteignaverðin lækka 10-15%. Ég get alveg séð það líka í kortunum með við það hvernig ráðstöfunum tekið verða á næstunni og hvað eina það verður. Svo allt í einu koma kjarasamningar, verður þetta leiðrétt þar og hvað þýðir svo leiðrétting. Þannig að ótrúlega margir svona í iðngreinunum ger ég ráð fyrir og reyndar veit ég út að ég er búin að tala við þá vita einhvern veginn ekkert hvernig þeir eiga að hreyfa sig. Hver er þín svona þegar ég fer með þessa ræðu, hvað er það fyrst að kemur í hugann? Varðandi verðbólguna vextina þá eina sem ég ætla kannski að segja þetta og ég get kannski gert það bara sem svona hagfræðingur sem þekki ágætlega til efnahagsmála en það eru nú aðrir hjá samtökum iðnaðarins sem að þekkja og bera ábyrgð á húsnæðismálunum hjá okkur og mannvirkja iðnaði og Sigurður og Jóhanna Klara hafa auðvitað bæði verið mjög mjög mikið í fjölmiðlum að ræða svona vandamálin á þessu markaði en það sem að ég get kannski sagt og við höfum líka sagt að það er rosalega mikill vítarhingur í gangi hvað varðar húsnæðismarkað, vinnumarkað og svo vexti og verðbólgu.
og það eitthvað svona öfl sem að togast á þannig að þegar að markmið Seðlabankans og markmið okkar allra hlýtur að vera að lækka verðbólgu. En á sama tíma staða húsnæðis og vinnumarkaði með þeim hætti að það tekst ekki og svo eru stýrivextir hækkaðir út frá í rauninni hagfræðinni eða þú veist, ef þú voru bara á akademist þá það leiðin í litlu opnu hagkerfi með sjálfstæða mynt, þá það svona það bil eina tæki sem við höfum, svona beina tækið til þess að draga úr verðbólgu þrýstingi, en með hækkun stýrivaxta að þá jafnvel hafa verðbólguvæntingar verið að aukast af því að menn vita að hækkun stýrivaxta hefur hamlandi áhrif á húsnæðisuppbyggingu sem svo hækkar verðbólgu. Og þetta það sem mér hefur fundist, og nú tala ég bara sem hagfræðingur, áhugaverðast í þessu að þetta gerðist líka fyrir hrun. Að það var alltaf kraftar að verki þar, en það sem gerðist þá var að vegna stýrivaxta hækkana að það flæddi inn fjármagn í svoköllu vaxtamunaviðskipti, og að tala þú veist, manstu þarna hvað hétu það, Íslandsbréfin og allt þetta hvað hétu jöklabréfin. Það var gríðarleg eftirspurn að hálfu erlendra fjárfesta á að fjárfesta á Íslandi, ekki í innviðum, ekki í beinni atvinnustarfsemi, heldur bara inn í hagkerfinu, bara inn á sjóði og í þessum vaxtamunaviðskiptum að þeir stýrivextir hér voru háir. Þetta leiddi til gríðarlegs framboðs af fjármagni sem flúði svo land mjög hratt innan rétt árunum við læstum með gjaldeyrishöftum og hafði svo neikvæð áhrif, þannig að og rauninni leiddi til jafnvel aukinna verðbólgu. Þannig að stýrivaxta hækkanir í aðdraganda hrunsins juku verðbólgu og ég held að það sé einhverju slíki kraftar mögulega í gangi í dag, þó ég vinni ekki við efnahagsmál, þó ég sé hagfræðingur, að við höfum verið að benda á þannig að vítahring þar sem rauninni stýrivaxta hækkanir leiða til hækkunar á byggingakostnaði, minna framboðs af húsnæði sem leiðir svo til hærri verðbólgu. Þannig að þetta ekki bara í eina áttina. Auðvitað hafa stýrivaxta hækkanir líka áhrif til lækkunar verðbólgu, en einhver hluti af þeim í gegnum verðbólguvæntingar og í gegnum húsnæðismarkaðin geta haft áhrif rauninni til hækkunar verðbólgu. Já, ég líka út af því að ég var að tala þennan fund FVH áðan, með Heiðari Guðjónsssyni og Guðlaugi. Þar var einmitt, þeir var svolítið svona sammála því að þetta er svolítið svona Warren Buffett hugmyndafræðin, að þegar þú ert að fjárfesta að þá eru aðalega innbeitar að því hvort þú hefur bæði trú á verkefninu og hvort að það sem þú ert að fjárfesta í sé eitthvað sem að þú telur að verði arðbært þegar að loka í rauninni produktið komið á laggirnar. Og að Heiðar sagði einmitt þarna, ég man ekki hvað hann kallaði þetta, kasínukapitalismi eða eitthvað, man ekki nákvæmlega hvað hann kallaði það. Hann var að vitna þarna í Pók, þar sem að hann bendi á það að við búum smá svona, þar sem að fjárfestingar byggjast meira á einhverju svona quick money scheme, þar sem þú ert í rauninni ekki að fjárfesta í rauninni sem þú endilega trú á, heldur einhverju svona sem þú ert að betta í rauninni. Já, og hann talaði það að þú ert búin að beat the dealer og þú ert búin að einhvern veginn að vinna þig þannig að hæginn að fjárfestingarna þinnar eru í rauninni spákaupmennska innvorðingu og hann sagði að markaðurinn sé til þess byrjar að byggjast á því, ekki endilega til langs tíma og sér að þetta muni koma til með að njóta góðs, eða við munum njóta góðs að þess eftir 10 ár, heldur meira einmitt eins og í einhver svona GameStop ævintýrum eða einhverju þannig. Og mér var þetta merkilegt og ég verið mikið að pæla í því að svona ef við hugsum Ísland sem fjárfesti, að við séum einmitt í svona breiðum strókum, bara hvernig ætlum við að hafa landið eftir 20 ár. En við höfum einhvern veginn verið miklu frekar í hinni hliðinni, þar sem við erum einhvern veginn, við þurfum alltaf að vera að bregðast við einhverjum ummælum það er einhver brjálæðingur á Facebook sem brjálaður yfir því að við séum að tala þetta á þessum nótum. Og ég veit ekki, ég hef svona sagt það núna eins og þegar Trump talar Grænland, þá allavega virðist vera Þorgerður Katrín sem að kalda hann haus. Ég held að við þurfum svona yfirfæra það mentalitet yfir á svona heildar myndina, Algjörlega, og mér langar aðeins að bregðast til þessu með að segja, þetta eina af ástæðum þess að samtök iðnaðarins hafa í mörg ár verið að tala fyrir iðnaðarstefnu fyrir Ísland, sem að forsætisráðherra kalla núna atvinnustefnu, en á ensku kallar hana industrial strategy eða growth strategy. Og það þýðir að við erum ekki jafn mikið í svona handahófskendum ákvörðunum. Og ekki bara ákvörðunum heldur kannski viðbragði. Og þú veist, við þekkjum það með einhverja loðdýrarækt og
og eitthvað svona ýmislegt sem hefur gengið á hérna í atvinnu uppbyggingu á Íslandi að þú veist, þá erum við svona að veðja á eitthvað svona svolítið handahófskennt og það er kannski betra að spyrja sig fyrst það er bara að tala um að pólitíkin, þeir sem stýra landinu, að því að sko, eitt innskot í þessu ég hlusta nú alveg með reglum millibila á þjóðmál og ég veit að þeir félaga mín þar eru ekkit sérstaklega hrifnir að þessu hugtaki atvinnustefna því að margir vandalega hægri sinnaðir eða ég ætla ekki að fullur eitthvað hægri vinstri telja þetta þýði að ríkisstjórnin eða stjórnvöld alltaf fara að stýra atvinnulífinu. Það er alls ekki þannig sem við sjáum það. Þetta snýst að setja okkur einhver svona langtíma markmið fyrir hagkerfið. Þannig að viljum við að framleiðni aukist, viljum við að útflutningsgreinar vaxi, viljum við fjölbreyttari útflutning og hvort sem okkur líkar að betur eða verð, hvort sem við erum kapitalistar eða með einhver aðra skoðanir á uppbyggingu hagkerfa, að þá hafa allar ákvarðanir sem stjórnvöld taka áhrif á atvinnulífið og er þá ekki betra að við tökum meðvitaðar ákvarðanir? Þú veist, við erum alltaf að keyra, það er alltaf verið að keyra atvinnustefnu sko. Er þá ekki betra að hún sé svona allavega meðvituð? Og þess vegna höfum við fagnað þessum áformum ríkisstjórnarinnar atvinnustefnu fyrir Ísland og þetta er rauninni pólitísk skilaboð en þetta þýðir ekki að stjórnvöld alltaf fara að handstýra hvaða greinar verða til og hverjar vaksa, heldur miklu frekar hvernig stjórnvöld alltaf vinna með atvinnulífinu að aukinni verðmætasköpun og við bindum vonum við þetta en þetta er ekkit alveg í anda við kannski það sem ríkisstjórnin hefur að gera. Nei. Varandi til skattahækkanir og fleira. En ég held að viðbragðið við þessum hérna flotta inngangi frá þér séu einmitt þessi að við þurfum að taka miklu meira svona langtíma strategískar ákvarðanir á Íslandi. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það er hérna að kona sem heitir Mariana Mazzucato og ég var að fletta því upp núna meðan hún varst að tala, gildur muna hvað hún heitir, og hún sem koma var með erindi einmitt er að hafa verið að kynna þessa svona atvinnustefnu. Og það sem aðeins stakk mig í augun var að þetta er örugglega ágætis kona en ég hlusta aftur á móti erindi hennar og þar var hann að tala um það að stjórnvöld ættu í rauninni að vera svona leiðandi afl í því að móta atvinnustefnuna en ekki í þessu, þetta er munurinn á stjórnun og stýringu, þeir eru ekki að vera í því að passa upp á það að þeir sem eru rauninni í verðmætasköpun og einhvers konar sprotar og eitthvað þannig hefðu í rauninni nægilegt svigrúm til þess að gera það, heldur að stjórnvöld væri einhvern veginn að ákveða hvert þetta að leiða og að sprotarnir væri einhvern veginn að elta það. Og ég hlusta á þetta erindi hjá þessu Marianu Mazzucato og hún sko tók að einhverjum ótrúlegum ástæðum, þá tók hún hérna sem sagt Gameskip sem dæmi það hvað stjórnvöld þurfa að vera leiðandi í því að taka í að vera með einhver svona frumkvöðlastarf. Og ég hugsaði, en ég meina flestir sem eru að fara til tungsins í dag eru eiginlega bara einhverjir svona ofríkir frumkvöðlar og ég er svona, ég veit ekki, kannski er ég að lesa of mikið í þetta en ég hugsaði svona, ef að þetta verður svona hugmyndin okkar á frumkvöðlastarfi og að atvinnulífi geti tekið stórstökk fram á við, að þá verður það ekkert endilega út af því að stjórnvöld séu búin að ákveða heldur miklu frekar einhver svona ófyrirsjáanleg verkefni eins og Guðmundur Fertram eða eitthvað þannig. Ég held að stjórnvöldum hefði aldrei dottið í hug eitthvað en tökum hérna fiskur og skellum það sál. Nei, aldrei. Þannig að það var svona pínu sem stakk mig þegar þið voru að kynna þetta. Ég trúi því, ef túlkun þín á hennar orðum er nokkurn veginn rétt, þá bara myndi ég vera algjörlega ósammála. Hins vegar er það staðreynd að mikið af stórum svona, ég er alltaf að sletta hérna afsakið, breakthroughum í nýsköpun, þú veist, GPS, fór nú yfir ýmsar vörur og annað og tækni sem eru orðið til vegna fjárfestingar til bandaríska ríkisins í gegnum herinn eða NASA eða svo framvegis. Þannig að mikið af þessum stóru breakthroughs í tækni framförum mannkynsins koma frá fjárfestingu ríkja. Það er bara staðreynd en það er aldrei að fara að gerast hér á Íslandi að ríkið eigi að fara að fjárfesta í einhverjum
eða koma með einhverjar hugmyndir að einhverjum verkefnum, sko. Nei, en það er hægt að fjárfesta, en ég meina það þarf ekki endilega að vera að sé sko frumkvöðla hugmyndin. Nei, en ríkið ættir rauninni ekki að vera að fjárfesta beint í atvinnulífinu, það er á sviði nýsköpunar, þá rekur ríkið nýsköpunarsjóðinn Kríu og þar sit ég í stjórn fyrir hönd samtaka iðnaðarins og það er bara fínt til að liðka fyrir sko fjármagni í nýsköpun á Íslandi og Kerecis dæmið sem er auðvitað bara gríðalegt ævintýri, ótrúlega mikilvægt fyrir umræðan verðmætasköpun á Íslandi þegar við allt í einu áttum okkur á því að við gátum skapa verðmæti, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt ævintýri. En þetta byggir á gríðalegri vinnu, en þetta byggir líka á starfsumhverfi sem var hvetjandi. Og það er það sem við eigum við hjá samtökum vinnarar þegar við tölum atvinnustefnu. Það er ekki að ríki fara að velja sigurvegara, heldur að ríki skapi og stjórnvöld skapi forsendur til þess að við getum að fleiri sigurvegarar innan gæsalappa verði til, alveg sama í hvað grein það er. Og Guðmundur Fertram hefur nú sagt það sjálfur, það er hvergi betra að stunda nýsköpunina á Íslandi, hann sagði það fyrir kannski einhverjum 2-3 árum, rúmum 2 árum væntanlega. Staðan er ekki alveg kannski jafn góð í dag hvað það varðar. En fyrirsjáanleiki í starfsumhverfi og til dæmis skattakvatar vegna rannsóknar þróunar eiga mjög stóran þátt í velgengni Kerecis. Já, hann hefur þess vegna skiptir aðkoma stjórnvalda máli í gegnum lagasetningu, kvata, regluverk, starfsumhverfi og fyrirsjáanleika. Já, og það getur vel verið að þessi ágæta kona taki undir allt sem við erum að segja og ég sé bara að mista þannig að hann má alveg taka sem er fyrirvara en ég einhvern veginn hugsa út að hann tók hérna gameskotið sem dæmi og svona fjárfestingar ríkisins ég er svona, já ok, en það er samt ekki alveg raunveruleikin í dag og þar af leiðandi finnst mér að í rauninni sambandið ætti að vera öfugt, að stjórnvöld sé einmitt bara, já ok, þetta virðist vera snilld, þá setjum við kannski meiri hvata í það að slík verkefni verða leyst úr læðingi. Sko. Algjörlega, en sko skattakvatarnir sem eru við lýði á Íslandi og í flestu ríkjum kringum okkur til fjárfestingi, rannsóknum og þróun sem er bara fjárfestingi í nýsköpun, þeir eru almennir. Þannig að með þeim er ekki verið að velja, þú veist, við ætlum að vera með öfluga lyfjaframleiðslu en ekki öflugan töluleikina, heldur bara að verið að láta markaðinn ráða. Það eru einkaaðilarnir sem ráða því í hverju fjárfest. Gunnar Smári hefur verið að kvarta við því að það sé bara verið að móka peningum í þeim sem eru bara einhvern veginn ekki að gera neitt og kemur ekkit út sko. Það er algjör misskilningur. Já, ég einhvern veginn hef það líka út að maður fylgist með svona strákum sem hafa farið í gullleggið eða krökkum sem hafa farið í gullleggið. Ég þekki þetta bara 2 stráka þess að nefni stráka en ég veit að fullt af fólki sem hefur verið í gulllegginu sem hefur kannski ekki endilega eins og sigrað en aftur á móti hafa einhver þriðja sætið eitthvað orðið að einhver stórkostlegu verkefni. Algjörlega. Kontrollant var nú eins og sigurvegari gulldagsins og mörg stór flott stöndu fyrirtæki á Íslandi í dag að fara í gegnum þá vegferð. En hugverkaiðnaðurinn, tækni hugverkaiðnaður byrjaði ekki að blómstra af alvöru fyrir en þessi skattakvatar komu til sögunar. Og við höfum bara séð það að strax svo kemur ykkur óvissa eða hikk upp í þessu kerfi að þá eru bara þróunarteymin, það er bara búið að færa þau úr landi. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir framtíðar verðmætasköpun á Íslandi að viðhalda þessu kerfi og festa því sessi til lengri tíma og það er ákveðin atvinnustefna fólkin í því og þá er ekki verið að velja greinar heldur verið að setja almenn skilyrði til þess að hvetja til fjárfestingar sko einkaaðilega í nýsköpun. Þú talaður að Guðmundur Fertram hafi sagt sem er rétt að það verið hvergi betra að vera frumkvöðl nema á Íslandi. Af hverju er það ekki í dag? Sko það hefur verið ákveðin óvissa uppi og svona hnökrar í framkvæmd á þessu kerfi sem ég var að koma inn á, kerfið og við höfum verið að sjá synjanir og fleiri svona vandkvæði í framkvæmdinni þannig að það svona hefur verið aðeins verra ástand núna síðastlega 6-12 mánuði en við erum að vona að það verið bætt úr að hálfu stjórnvalda. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, þetta er
sérstakt sko þegar þetta er náttúrulega sumir kalla þetta vinstri stjórn og sumir kalla þetta ekki vinstri stjórn, sumir kalla þetta hægri stjórn sumir segja að hérna Kristrún sé bara orðinn hægri maður en hérna svo við kannski förum aðeins frá iðnaði út af því að núna sko, mér finnst svo gaman að pæla í því og ég veit að þú er örugglega einhverjar skoðanir þannig að þú sért bara Sirri sem komin hérna en ekki Sirri Móesen sem hjá samtökum iðnaðarins en eins og með læsi sem ég heldur reyndar að sé stórkostlegt hagsmunamál fyrir samtökum iðnaðarins á þess að þið vitið það en kannski fyrir einhver sem í þínu starfið 20 ár að hérna hún að fara að setja á laggina Kveikjum neistan og ég einhvern veginn hef náttúrulega verið að lobbya fyrir þessu í mjög langa tíma og hef viljað setja þetta laginnar en sko læsi að fara niður á við og ég held að þetta hafi líka beintengsl í allt sem við erum búin að tala hérna að við séum með mannafla sem getur tekist á þessar upplýsingar Algjörlega. Hver eru þína skoðanir á þessu sem eru búið að vera að gerast núna? Sko ég hérna á dóttur í 8. bekk sem ég fylgdi gegnum með alla skólagönguna hinga til og hérna hún nú ekki vandræðum með það en það var hún líka alin upp við lestur og bækur og alveg frá, ég held hún hafi verið 7-8 mánuða því ég byrja að lesa fyrir hennar hver einasta kvöldi og hún var hún læs 4 hálfsás, byrja að lesa Harry Potter bækur fyrir 6 ára og ensku, við bjöggum semst í London ég þekkit ekki nóg vel til að hafa skoðun á þessu ég veit hins vegar, bara af eigin reynslu sem móður, grunnskólabass að kerfið er ekki á góðum stað og öll svona verkefni ég þekki nú Tryggva Hjaltason vel sem er einn af þeim sem kom þessu verkefni staði í Vestmannaeyjum bara ég fagna öllu svona framtaki sem móðir bass á grunnskólaaldri og mér finnst þessi bókstafa, nú er ég að tala bara persónulega skoðun, ekki skoðun samtaka iðnaðarins eins og ég bara nákvæmlega, en mér finnst þessi bókstafa einkunnagjöf ég skil ekki dýni ég myndi vilja taka upp persónulega að við tækjum aftur upp gamla kerfi sem ég var í þegar ég var að fara gegnum mína skólagöngu það vantar miklu meira og ég veit alveg að vandinn er ólíkur eftir kannski hópum nemenda en ég myndi vilja miklu meira aðhald og miklu meira svona stuðning við því að við viljum að börnin okkur séu metnaðarfull og þetta skólakerfi það sem að jafnt á yfir alla að ganga ég held til dæmis að það sé ekkert að fara að hjálpa okkur til framtíðar það eru þetta ýmis börn sem glíma við ýmsan vanda og þá að sinna þeim vel en er ekki skóli án aðgreiningar og var ekki Inga Sæland að segja að hún vildi skóla með hún vildi bara venjulegan skóla sem hefur alltaf verið ég er búin að vera að vinna með fötluðum í mörg ár og þú veist, maður gerir sér bara grein fyrir því að aðilar sem að glíma við einhverja geðræna svona áskoranir eða hvað sem það nú er eða líkamlega nákvæmlega þurfa bara á meiri þjónustu að halda en er ekki allir að tapa á þessu kerfi eins og það hefur verið í dag og síðustu ár og þegar ég var að ganga í gegnum mína grunnskólagöngu þá var 8., 9., 10. bekkur það var hraðferð, hægferð og miðferð ég er ekkert að segja að öllum hefur liðið vel í skólanum en ég held að öllum hefur liðið betur af því hver nemandi var í umhverfi sem hendaði honum bara 100%. Þú mátt giska í hvað ferði ég var Hægferð? Ég var í hægferð Nei, en sko Varstu í alvöru hægferð? Nei, ég var í hraðferð Ég var í miðferð, ég var í þessu líka sko Já, ok, ég var í hraðferð Ég er eiginlega hálf móðgu Nei, ekki það mikið af flottustu krökkunum í dag eða mikið af því fólki sem gengur hvað best í lífinu í dag það fór ekki endilega eftir þessu sko Þetta bara snýrist hversu auðvelt áttu með að læra, leggja á minnið, lesa og svo framvegis og læra stærðfræði og þetta er ekkert betra miðlungsgott verra. Þetta bara snýst hversu miklum hraða þú getur lært. 100% og við erum bara að tala iðnaðinn sko, ég meina flestir sem eru mjög góði vinir mínir og eru bara í mínum vinahóp sem voru í hægferð fundu sér líka sko, fyrsta lagi sumir þeirra eru bara miklir lestrarhestar og voru bara ekkert mikið að reyna að sinna skólanum þá, voru kannski mikið töluleiki með eitthvað þannig, en sumir líka eru bara frábæri iðnaðarmenn og voru áttu pínu erfitt með skólatur þannig að það gangi gegnum alls konar þrautgöngu þegar skólakerfið var alltaf að segja að það væri álveitar en þeir aftur á móti eru bara frábæri iðnaðarmenn. Já, eða þá stofnum töluleiki fyrirtæki. Já, eða það, nákvæmlega. En þannig ég allavega persónulega, ég trygga það, er bara vil að þetta kerfi verði tekið í gegn. Já, þetta er líka sko því við erum búin að tala um íslenska hagsmuni á svona breiðustrókunum, en þetta þegar við tökum þetta í svona míkróið, að þetta er eitthvað sem mun koma til með að stækka gríðarlega hratt og bara félagsleg vandamál eru varðar ýmisleg, bara við erum með fullt af krökkum sem er ekki að njóta góðs af þeirri þjónustu sem við erum að fá út af þeim kerfislegum þáttum sem er fyrir hendi eru þá bara með fullri virðingu fyrir menntavísindasviði þá verði þið bara að stíga til hliðar
Það er ekki hægt að hafa fólk sem er bara alltaf búið að vera að klúðra málunum og segja bara, heyrðu, við þurfum bara nýjar rannsóknir, hvað ekki næsta, við þurfum að skoða þetta betur, Ég er búin að tala með því 4 ár, sko. Ef þetta hjálpar smá, þá hefur að gera þetta. Nákvæmlega. Ég hef ekki kynnt með það verkefni í Nei. smáatriðum, en það sem ég kannski að segja er að ég fylgdist með eins og dóttur minni, bara hálfpartinn leiðast í 6 ára bekk, 7 ára bekk, 8 ára bekk, af því að ef hún var búin með einhver verkefni, þá þurftum bara að bíða að fara í næstu viku. Akkurat. Þú veist, ég er enda, hún var í frábærum skóla, Grandaskóla í Vesturbænum, ég er í skíjónum með þann skóla, en kerfið sem slíkt, það leyfir ekki að krakkar geti hlaupið hraðar. Af því að einhver við hliðina á þeir eða eitthvað getur ekki hlaupið að pratt í þessu fagi eða þessu fagi, og ég held þetta sé svona, við erum of mikið að miða við lægsta samnefnar, og þau eru ekki að tala um að börnin sem að þurfa meiri stuðning sé eitthvað að lægra sett en hinn börnin, en það þarf bara hugsa þarfir hvers og eins, og ég er ekki að tala um eitthvað einstaklingsmiða námskerfi, en þessi skóli án aðgreiningar tilraun sem þetta hefur verið, að ég veit ekki hversu lengi þetta hefur verið í gangi. Nei, og svo Þessi komin allavega nógu mikið reynsla á þetta til að segja að þetta er ekki að virka. Nei, en svo líka bara þú veist að ég hef náttúrulega verið að tala um þetta lengi og tala um þetta við ýmsa, en mér er mjög gaman að tala við fólk sem kannski er ekki endilega með sérþengunni, en með reynslu af þessu að tala um þetta og bara sem foreldri, og þá þekkjum við Já, kerfið. sem foreldri. Já. Og mér er svo merkilegt því að sko, þetta er eins og þú segir sko, að maður þarf líka einhvern veginn alltaf að passa sig að vera með einhver fyrirværi. Ég er ekki að segja að þessi sé vonandi, Nei, einmitt. Ég er að reyna að passa mig. En það er alltaf fólk sem er svolítið eins og með orkumálumræðina. Já. Bara fólk sem er að leitast eftir því að finna eitthvað í þínum málflutningi sem að þau geta mögulega hangað þig á. Og þá ert þú orðin ömuleg manneskja og maður einhvern veginn er ekki komið gott að þessu. Þessi skólamál bara rétt til að bæta við að Já. það kom nokkur ára tímabil í skólagöngu dóttur minnar þar sem var til dæmis engin heimalærdómur. Já. Og ég, stundum núna er hún að læra heima, hún er komin í 8. bekk og lingadeild, en hún bara komið með skólanum og það var bara dagurinn búinn. Og ég var bara, er engin verkefni eða ég vildi voru bækurnar bara skildar eftir í skólanum. Ég held að þetta sé heldur ekki gott. Nei, það er alls konar svona ágreiningur þau mál sko. Ég er ekki búinn að fyllilega gera upp hugminn sambandi við heimanám. Maður hefur heimsýtt svona finnska leiðin að þá eru þau ekki með heimanám að mig minnir. Okay. Ég átta mig ekki alveg á rökunum. Nei, ég get ekki úttalað með það, en ég eftir á móti þekki kerfin nokkuð vel varðar það hvaða árangur þau hafa. Og það er rauninni það sem ég er svolítið einblín á, bara er það ná betri árangri? Ok, ég vil þá ekki prófa það frekar heldur en það sem við erum búin að vera að gera núna undanfarið, það sem að PISA-kannanir fara bara niður. Já, ég held allan að verkefni, öll svona framfara verkefni séu tilraunarinnar virði. Og því staðan er mjög slæm. Staðan er mjög slæm. En við horfum til bjartari tíma vonandi. Vonandi. Sirrí, ótrúlega gott að sjá þig. Sömuleiðis. Og þangað til næst. Þangað til næst.